Á bænum Grindum í Deildardal í Skagafirði búa ung hjón, þau Rúnar Páll og Auður Björk, ásamt dætrum sínum tveimur, þeim Bjarkeyju Dalrós og Sigurrós. Þau tók við búskap af foreldrum Rúnars fyrir nokkrum árum, en hann hafði alltaf dreymt að verða bóndi. Við heimsóttum þau á dögunum því okkur langaði að vita í hverju haustverkin fælust og hvar nemi fjárhúsinu hittum við bóndan á bænum. Segðu mér aðeins haustverkin hjá þér akkurat með þessar kindur sem eru svo spakar og horfa svo fallega á okkur. Er það alltaf svona? Ég vil náttúrulega segja það. Já. Jú, ég held að sé nú frekar spakar svona. Já. En hvað gerurðu? Hvernig velur þær? Hvernig velur þær hverjar fá að vera og hverjar fara? Hverjar fá að lifa? Já. Sko, þetta er náttúrulega góð spurning. Já. Af því að í dag er rosalega mikið hægt að gera svo mikið. Þú getur fengið ráðinu þetta til eins sem að mæla lömbin. Mæla bakvöða og þukla læri og svo er líka svona bluppkerfi, svipað eins og eru bara hrossarækt. Þannig að þú hefur rosalega mikið af upplýsingum í höndunum til þess að velja einhvern einstakling sem þú vilt setja á. En besta ráðið sem ég hef fengið, það var frá pabba mínum og hann sagði mér að í sínum búskap þá hefði hann bara sett á lömb undan farsælum kindum. Já. Og það fannst mér svolítið gott. Já. Að sko, kindur sem skila góðu lömbum, koma heim, ekki kindur sem eitthvað vesen er á. Bera svona eðlilega án hjálpar, við erum bara svona, farsælar kindur. Það er besta ráðið sem ég hef fengið. En svona, sko, hvað þarf það að fara að gera núna hérna inni? Drullaslega moka út. Já, það er vinna. Nei, nú er bara gott haust og rollurnar verða bara áfram út til fullorðnu ærnar. Nú fer ég að taka lömbin og vittökumlu ærnar inn, taka hrútana, taka þá frá. Svo við fórum ekki að lemba snemma. Nei, það er bannað. Er það nokkuð fyrir jól? Nei, eitthvað svoleiðis. En ég reyni að hafa fullorðnu ærnar bara út til þess lengi og það er eitthvað fyrir þær að bíta á. En ég kann nú ekki við að vera að tala sko hvað þú gerir við afurðirnar, ég ætla samt að þeim, en mér langar að vita hans með hérna ullina. Hvað gerir þú með hann? Ég ríi bara og legg það inn sko eins og flestir. Við vinnum ekkert úr ulliða þannig sko. Nei. Ég hef stundum tekið gærur semst á haustin ef ég er að slátra heima, það er til dæmis einhver botnótt lömb eða eitthvað svona, við tekið og súta gærur. Eða látið súta fyrir mig og það áttar ég að gefið, svona fallega gærur einhver. Rúnar Páll hefur einstakt lag á að þekkja féð og hefur meira að segja gefið hverri einustu kind og lambi nafn. Þessi heitir Víf. Víf? Já. En þessi háa hérna svo? Þetta er Eyja. Af hverju heitir hún Eyja? Heitir hún bara í höfuð á móðursystur minni sem hét Laufey, hún er frá henni. Já. En þessi sem er eins og með maskara utanum augun? Já. Þessi heitir Spyrna. Já. Og þetta er rafal frá Úthlíð sem var á sæðingastöð. Já, sérlega fallegt. Já, þetta er góð kind. Já. En þekkja þær nöfnin sín? Ég hef bara ekki spurt það, sko. En úr fjárhúsinu liggur leiðin út þar sem verkefni dagsins er meðal annars að svíða hausa og lappir. Það eru nefnilega ekki bara gamli kallar sem kunna það fag. Hvar lærður þú að svíða hausa? Og þetta er bara hjá pappa, sko. Já, er það? Já. Þetta er allt handbröðins hans. Já. Hvers virði er það að það sé eitthvað svona sem gengur frá kynslóð til kynslóðar? Það skiptir bara öllu í þessu. Já. Þetta er líka bara rómantíkin við þetta er líka þetta hluta að maður er að gera það sama og pabbi mann segja mamma gerði og hann gerði það sama og pabbi sinni að mamma gerði. En nú er okkur boðið inn í kjötsúpu sem bóndinn byrjaði að undirbúa áður en hann fór til vinnu í sundlaugin á Hofsósi í morgun. En að búa með kindur er nánast hugsjón í dag og þarf að sækja aðra vinnu utan heimilisins til að enda nái saman. En sko, hérna ertu búin að sjóða upp súpu. Já, þetta er sko málið hérna sko. Ég hlakka til. Hvað ertu með í henni? Það er bara kjötsúpa. Já.
mér sýnist þið vera að drepast úr hungri, þannig að Jú, við erum illa haldin, ég get alveg sagt þér það. Ég held að það sé bara næst að fara að bjóða ykkur í mat. Já, en þú ætlar að gera bjúgur sem að ég reyndi að kalla sperla, en þið kalla bjúgur hérna. Og hvað svo að brasa? Slátur væntanlega? Búið kannski? Já, og svo bara kjöt í saltpækil sem á að fara í reykófan svo. Já. Svo það svona, já. Allt þetta framöndan bara. Já. Þannig að fellir þér eitthvað tíma verkur hendi? Er þetta ekki endalaust bara? Já, ég held að maður geti alltaf fundið sér verkefni sko, og verkefni sveitinni. Eldri dótturinn á heimilinu á ekki erfiðleikum með að segja okkur hvað sé best við að búa í sveitinni. Svo yngri uppteknar í iPadinum sínum á meðan. Verið í fjárhúsinu. Hvað, er góð lykt þar? Er það? Já. Sumir þekka ekki þessa lykt. Geturðu sagt mér hvernig hún er? Hún er bara svona kindalykt. Sem er á ullinni þeirra. Húsmóðurinn á heimilinu er mikill frumkvöðull og búinn að setja á fót fyrirtækið Infinity Blue sem tekur á móti gestum í sundlauginni fallegu á Hofsósi og leyfir þeim að fljóta í kvöldkyrðinni vafin norðurljósum. Það er því óhætt að segja að lífi í sveitinni sé margbreytilegt og spennandi og ekki laust við að það sé erfitt að kveðja. En Rúnari fannst við hæfi að gefa einu gimbrinni sem hann átti eftir ónefnda, glænýtt en þó gamalt nafn. Það eru alla konar með nafn. Já. Nema ein. Ég ætla að skýra hann í höfuðið á þér. Ó, Jesús! Þú erum bara heita María Björk alveg. Hún fær bara að heita bara allir nafninu mínu. Ég held það að vera. Elskan, við verðum alveg sérstaklega vinkonur. Alveg.